gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við hefjum leik á viðtali við borgarstjóra. Heiða Björg Hilmisdóttir var sett í embætti 21. febrúar á þessu ári og það eru mörg mál sem á henni brenna eins og alla jafna fyrir þau sem sitja hennar stóli. Vertu velkomin til okkar. Takk fyrir. Ég ætla að byrja á kostnaði við stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. Hann er mun hærri en gengur og gerist í öðrum sveitarfélögum. 10.000 krónum hærri á hvern íbúa en landsmeðaltalið og 26.000 krónum hærri en á Akureyri. Nú, stjórnsýslufræðingar hafa gagnrýnt að stærðarhagkvæmni sé ekki gætt. Vegna stærðar Reykjavíkurborgar þá ætti stjórnsýslukostnaður jafnvel að vera bara lægri heldur en í þessum minni sveitarfélögum. Og þetta gerist á vakt samfylkingarinnar sem er búin að vera leiðandi afl í borginni í langan tíma. Var engin umræði það hjá ykkur við gerð nýjustu fjárhagsáætlunar að svona hlýða Kristrúnu þínum formanni í flokknum og reyna að finna eitthvað fitulag í starfsmannafjöldanum og vinna á því. Það hefur komið fram að þetta eru eitthvað 400 millistjórnendur að störfum í Reykjavík sem eru þar með ekki millilega laust í þjónustu við borgarbúa. Já, borgin er auðvitað stór og ég hef nú ekki rekist að margar sem að væri hægt að lúsa sig við á þess að neitt tækja eftir því en ef einhverjir með þær ábendingar þá auðvitað tökum við þeim. En þetta var svona meðal þess að ég setti svolítið oddinn þegar ég varð í upphafi þessa kjörtímabil formaður sambands íslenskra sveitarfélaga. Þá vorum við að taka út mikið af svona tölum og þessar tölur eru vissulega af vef sambandssveitarfélaga. Og það sem við komumst fljótt að var að það er svo mismunandi hvernig sveitarfélögin telja fram eða gera hvernig reikningsskil mismunandi sveitarfélaga eru. Svo erfitt að bera þau saman. Þannig að það er akkurat það sem er í gangi núna á vettvangi sambandsins og með stuðningi ráðuneytisins að það er verið svona að passa eða svona koma með skýrari leiðbeiningar til sveitarfélaga hvernig eigi að skrá hluti þannig að þeir séu virkilega samanburðarhæfir. Og við setjum ýmislegt að miðlægan kostnað sem önnur sveitarfélög gera ekki. Til dæmis setjum þar fjármagn sem að fyrir í stafræna þróun, við setjum þar fjármagn fyrir úrræðin sem við ætlum að opna á árinu, svo svona ef viðkomandi úrræði opnar ekki þá fer það ekki inn á það svið sem myndi síðan reka það. Við erum auðvitað að gera ýmislegt sem önnur sveitarfélög eru ekki að gera og það er auðvitað hluti af því sem að kannski vera að viðurkenna svolítið í þessari borgarstefnu að borgir, Akureyri og Reykjavík svona hafa aðeins annað hlutverk og kannski sérstaklega Reykjavík því við höfum svona í hinu opinbera ákveðni svona skildum að gegna til þess að leiðbeina hinu stjórnvaldinu stóra sem er ofta að setja alls konar reglugerðir og ýmislegt og þar er Reykjavík mun virkari svona aðili inni heldur en hinn sveitarfélögin og mörgulegt er það eðlilegt af því við erum fleiri. Er það að segja sig ekkert sukk í Nei, það er ekki sukk en við fórum vissulega í mikla breytingar og erum búin að vera í miklum breytingum. Ég fækkaði á minniskrifstofum 15 manns cirka bát. Þau voru flutt út á sviðin nær verkefnunum. 15 manns? Já, ég held ég sé að segja það sagt. Það er alltaf hana Og minnkaður kostnað með því? Nei, við vorum í rauninni ferðum þau til og erum að reyna að mæla árangurinn af því hvort að það að því það er engin það er alltaf þessi að velta fyrir sér hvað á að vera miðlægt og hvað á að vera út á sjónum og hvað gagnast best og þannig ákvaða við í rauninni í staðinn fyrir að þessi eining væri stödd á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara hún væri þá stödd á einhversu skipulagssviði og við getum þá hraðað mögulega afgreiðslu ferlum og slíku þar. Nú hefur við bara eftir líka að mæla það. Skilvirkari þjónusta. Þótt þú minkir ekki kostnaðinn með fjármagnið. Já, en þú ferð þá meira fyrir fjármagnið. Og þetta er auðvitað það sem við erum alltaf að velta fyrir okkur og ég menn það er engin eitthvað sitjandi bara já. En svo verðum við náttúrulega líka að horfa bara leikskólafjöldin, skólafjöld, við erum kannski með 200 skólastofnanir ýmiskonar. Við erum náttúrulega með stjórnendur á hverjum stað. Við erum með 80 heilsdags sólarhringsúrræði
eins og velferðarsviði, við erum með svo margar stofnanir, þannig að þó að 400 stjórnendur hljómi rosalega mikið, þannig að við hugsaum 11.000 starfsmenn auðvitað, en þetta er eitt af því sem við erum að fara yfir og munum núna bara fljótlega kynna fyrstu stjórnendastefnu Reykjavíkur og þá erum við svolítið að kafa líka hvað er eðlilegt að hver yfirmaður hafi marga undirmenn af því við sjáum líka bara aukin veikindi og fólk svona einhvern veginn við þurfum að vera góðir vinnustæðir þannig að fólk geti einhvern veginn leita til einhvers og það þarf að vera einhver svona ef einn yfirmaður er kannski bara með 1 starfsmann og annar er með 200 við þurfum einhvern veginn að finna þannig að þetta gangi vel upp en markmið er auðvitað ekkit að útrýma stjórnendur eru þetta mikilvægir líka þannig að allt svona það sé gott skipulag á hlutunum og einhver sem að leysir á málum þegar þau komu upp og hafi svona svolítið framtíðarsýnina og geti tekið út starfsmannhópinn. Hvert er matið þetta á að fækka borgarfulltrúum? Ég hef leyft mér að vera bara svolítið skoðanalaus í því máli. Þetta er náttúrulega bara lög sem sett á Alþingi og reglugerðir og eitthvað slíkt. Mér fannst ekki endilega borgarstjórn eitt betri þó að þeim hafi verið fjölgað. Nei. Ég vona að þetta borgarbúum líður fleirum þannig að þeir eigi sinn fulltrúa að inni. Þannig að ég get vel rökrætt það við mig bara fram og tilbaka. Það sem er kannski óvenjulegt í Reykjavíkurborg er að það eru mjög margir, það eru allir borgarfulltrúar í fullu starfi. Við getum nú ekki haldið áfram að fjölga þeim ef að svo á að vera, en auðvitað í mörgum borgum í kringum okkur er borgarfulltrúarnir miklu fleiri, en þá er það kannski ekki svona mikið hlutverk sem þeir eru í eins og í Reykjavík. Þannig að við erum alltaf, mér finnst bara spennandi að skoða þetta áfram og reyna að finna hvernig þetta nýtist sem best. Já. Þú ert sjálf með hvað, 2,7 milljónir í laun? Já, ætli það ekki, eitthvað svo leis. En það er náttúrulega ekki sem borgarfulltrúi, það er sem framkvæmdastjóri í stærsta fyrirtæki Íslandsins. En ég sé nú í því samanburði með mjög lág laun, en þetta er vissulega há laun samt. Heyrðu, ég var að tala við mann hérna fyrir í dag sem er að flýja Reykjavík. Hann er að flýja norður til Akureyrar og hann er bara hættur að nenna að vera fastur í 1,5 klukkutíma í umferðinni á leiðinni heim á daginn og honum finnst að vöxtur borgarinnar sé of hraður og umferðin sé orðin íþyngjandi mein því að á sama tíma á bílum fjölgar einhver 100 í hverju mánuði þá hefur í rauninni umferð verið takmörkum með þrengingum og fækkun akreina og svona og þetta er eitt af því sem að fólkið í heitapottinum ræðir mikið. Liggur ekki alveg fyrir að fyrir mörgum árum þegar konur og menn, fólk sá fyrir sér breytingar á þessari borg að þið bundu einhverja vonir við almannasamgöngur og borgarlínuna sem hefur svo tafist mikið og eru við ekki stödd í einhverjum heimatilgerðum flöskuhálsi núna sem beinlínis bara veldur því að við erum að missa bara gott fólk úr þessari borg. Til Akureyrar, það er nú ekki slemt að fara þangað. Já, nú talar þú sem borgarstjóri. Jú, nei, ég er að segja auðvitað, það er ekki... Það er nú ekki vænlegt til endurkjörs að fagna því að fólk sé að flýja Reykjavík og fara til Akureyrar. Það á enginn að flýja borgina ef við byrjum á því og það er nú ekki okkar raun. Við erum okkur einmitt eins og þú hófst upp samtalið á að fjölga mjög hratt og við erum eiginlega svo höfuborg hér á Norðurlöndunum sem er að fjölga hvað hraðast í svona hlutfallslega og það reynir á okkur hefur verið að fjölga svona meðaltali einhver 2% árlega það er mjög mikið fyrir borgir og við erum að byggja húsnæði og við erum að koma inn með alls konar plön sem að síðan kannski standast ekki af því að mannfjöldin er fleiri. Svo eru við fleiri í borginni heldur en við erum skráð. Þannig að við vitum það líka eins og til dæmis bara, þá er ég ekki eins og bara að tala um ferðamennina heldur líka bara margar sem koma og vinna stund og eru stattir hér og við reynum að taka utan um það allt saman og það hefur ekki verið kannski vandamáli okkar að fólk sé einhvern veginn að hafna borginni. En það er vandamáli okkar með borgarbúum einhvern veginn að finna þessu öllu stað og það er flókið. Við okkur hefur fjölgað 10.000 á 5 árum og auk þess hefur einhvern veginn bílunum fjölgað miklu meira því að
bílaleigurnar eru alltaf að fjölga bílum og það sem hafa verið þrengingar, það hefur fyrst og fremst verið gert til þess að auka öryggi í umferðinni. Ég veit það. Og það er ekki til þess að það er hægir á, en það er ekki til þess að koma í veg fyrir að fólk sé á bíl, það er bara komið í veg fyrir að sé keyrt á fólk. Já, en borg sem vex mjög hratt, bílum fjölgar brjálæðislega og hægir á umferð, það leiðir alltaf til einnar niðurstöðu. Já, en ef þú hægir á umferðin í íbúðahverfi, þá er vonandi keyrt á færra fólk og okkur hefur þó lukkast það að fækka því að fólk verði fyrir bíl. Og ég held að hljótum öll að vera sammála að það sé mikilvægara fyrir okkur sem erum að fara heim á vinnunni að fara aðeins hægar en að verði enginn fyrir slysi heldur en að komast rosalega hratt heim. Og það er auðvitað breyting sem hefur átt sér stað en ég held að við sem nú flest svona nokkuð sátt við það inn í hverfunum okkar að við viljum að ég meina það er frekar að kalla eftir fleiri ljósum og fleiri hraðanahindrunum og fleiri þrengingum fyrir mig sem borgarstjóra þegar ég fer borgina. Það er verið að kalla eftir alls konar aðgerðum til þess að hægja á umferð inn í hverfunum að því fólk er andum börnin sín og gæludýrin sín og bara lífið og lætin líka meira þegar það eru frá umferðinni eða það er keyrt hratt. Þannig að svona borgarbúar eru ekki almennt að kalla eftir því að við aukum hraðan í umferðinni en að við aukum greiðleikann og það hefur verið betra að borgarlínan hefur komið fyrr. Það hefur verið betra að við hefum geti gert þann samning fyrr en við erum með hann og við erum að skipuleggja og hún er þó að koma. Heldur það að muni raunverulega ganga að breyta hegðun borgarbúa úr því að núna er menningin einhvern veginn þannig að við förum langt flest bara á okkar eigin bíl allra ferða og stundum er sagt að þú bara getur ekkert stýrt okkur inn í strætónum með sama hætti og er viðurkennt utan landsteinum. Já, ég held að það sé bara við mannfólk erum frekar einföld, Ef að það verður þægilegra fyrir okkur að taka borgarlínu, við getum mögulega komist hraður á milli staða með þeim hætti, það verður kannski hagkvæmar fyrir okkur, við getum mögulega sparað einhvern pening á því að hafa einn heimilisbíl í staðin fyrir 2 eins og margir eru með núna í fjölskyldum. Þá held ég að við séum bara til í að skoða það en ef það þýðir að við erum jafn föst í stræt og við erum í bílnum okkar þá erum við kannski ekki til í að skoða það. Ég held við séum bara við þurfum bara að gera góða kosti betri og þá er alveg sama hvort við erum að tala að búa til hjólastíga þannig að fólk getur valið að hjóla eða tæki þannig að fólk getur verið að lyfta úti eða skiljið það gerir það ekki ef það er ekki til tækið við þurfum að gera gott val auðvelt. Til að gæta sannmælis, þá eru flestir sammála að uppbygging hjóla og göngustíga hafa verið góð á undanförnum árum. En þetta er náttúrulega ekki hægt að fólk sitji fast manneskja í síðustu viku það tók hana 90 mínútur að fara frá Skútuvogi í Bólholt. Það voru reyndar einhverjar framkvæmdir en þetta er algjörlega ólíðandi ástand í umferðin. Ertu ekki sammála því? Jú, auðvitað. Þess vegna erum við að fara í þessar aðgerðir, þessar kostnaðar sem umferðar aðgerðir og setja stað þennan ekki setja stað, ég meina að halda við þessum samgöngu sáttmála sem var settur á höfuðborgarsvæðinu menn hafa farið yfir hann aftur núna í byrjun kjörtímabils og allir komast að því aftur að þetta væri besta leiðin við getum auðvitað ekki farið að ryðja hús og breikka götur það hefur ekki sýnt sig neinstar þar sem það hefur verið gert erlendis að það einhvern veginn bæti því við þurfum einhvern veginn að finna nýjar leiðir til þess að komast á milli staða allavega inn í borginni svo getur vel verið að við viljum öll eiga bíla og geta farið landið eða við eigum jeppa og viljum fara upp á fjöll en þeir bílar kannski hendi ekki alltaf inn í borginni ég held að við hljótum að ég held að sjáum langflest að þetta þurfum við að gera og það er ekki bara vegna þess að við þurfum að komast á milli staða það er líka vegna þess að við erum að menga mjög mikið með allar þessi bílaumferð og við erum alveg meðvituð það, ég held það. Ég á alveg bíl eins og allir hinnir og ég finn alveg líka til ábyrgðar í því efni og ég held að það er ekki sanngjarnt að við séum að láta leikskólabörn leika sér úti í miklu svifryki. Við erum ekki, við getum alveg gert þetta betur. Þétting byggðar er annað sem oft heyrist og skrifaði fréttir að hafi gengið á langt. Við vitum á húsnæði sem selst illa vegna þess að það eru skuggar, það vantaði að gera ráð fyrir nægilegu sólarljósi, birtu. Við vitum hávaðamengun, hljóðheimur, hljóðvistin er vond og fleira og það sumpar tengist svolítið samgöngunum og því að koma sem flestu fólki fyrir á sem minnstum bletti. Sér fólk núna að það hafi verið gengið of langt í þéttingu byggðar?
er svona einhver konsensus það inn í borgarstjórn að of langt það hafi verið gengið? Sko, samgöngunar eru auðvitað einn af þeim þáttum sem að styrkir það að það sé gott að þétta byggð. Það eru auðvitað styttra að fara ef þú býrð nálægt vinnustaðnum eða þeim stað sem þú þarft að fara. En það er líka það að þá skapast þéttara borgarumhverfi þar sem að þrífst meiri þjónusta og betri grundvöllur fyrir rekstri fyrir þá sem eru að reka þjónustuna og fólki líður almennt betur svona þeim sem kjósa það. Við viljum allan geta boðið upp á slíkt umhverfi á Íslandi. Ef við fáum sólarljós og Já, vissulega. Þannig að ég held að sko það sé engin einhvern veginn, við erum mjög stolt af því að hafa náð að þétta og ég er bara rosa stolt af Reykvíkingum að hafa einhvern veginn farið í gegnum þetta. Þetta er svona eins og þegar þú kaupið íbúð og ert einhvern veginn stanslaust í framkvæmdum, þú veist, í mörg ár. Þetta tekur alveg á og maður finnur það alveg að Reykvíkingar eru alveg margir til í mikið af þessu. Þetta er bara svona, þetta er pínu þreytandi og það er eðlilegt og ég er bara mjög stolt af okkur einhvern veginn að hafa farið í gegnum þetta. En við erum vissulega núna, svæðin sem við erum núna fyrst og fremst að horfa á, eru ekki inn í borginni og það er mikilvægt að horfa á þessi, hafa skýra skilmála birtuskilyrði, bara þau gæði í húsnæði sem við viljum sjá. Og ég held að sé alveg íbúðir sem að hefðu mátt vera betri. Það er ekki endilega bara við borgina að sakast, þetta er auðvitað alltaf þetta samtal, skilmálinn þurfa að vera skýrir og þess vegna fórum við að gera þessa borgarhönnunarstefnu núna. Það nú eiga bara skilmálar borgarinnar að vera nokkuð skýrir varðandi það, varðandi grænu svæðin og varðandi birtuna og gluggana og annað. Og ég vona bara að við svona þróum áfram betri borg með þeim hætti. Allavega þeir sem eru að hanna húsnæði núna geta auðveldlega séð frá fyrstu skrefum hverjar skyldunar eru og hver sín borgarinnar er og þá er auðveldara fyrir okkur að standa á því seinna meir. En svo eru auðvitað margt sem byggjast upp sem er líka byggt á einhverju mjög gömlu skipulagi, þannig það er eins gott við sem líka að vanda okkur í dag því að það skipulag getur lifað lengi og einhver segja hann farið að stað. En við höfum líka verið að leita leið og ég bara ánægð með ríkisstjórnina með að svona horfa á það með okkur að fólk geti ekki einhvern veginn fengið útlita íbúð og síðan var svona óljóst hversu mikið við getum gert í því ef uppbyggingin fer ekki að stað. Þannig það er eins að skýrast, þannig við getum líka bara þá kallað inn þá útlitun og endurgreitt og búið út aftur, þannig að við séum ekki með svona einhverjar raskaða lóðir sem að síðan ekki klárast inn í borginni. Eins og ég sagði áðan það efast enginn umhverfisvænan tilgang ákveðna breytinga sem hafa orðið í þessari borg. En svo svona spurning, hvernig sá veruleiki rekst á við annan? Salan á bensínstöðvar reitunum kom út skýrsla þetta mál, ég myndi svona kalla hana gráa, hún er ekki svört en hún er ekki heldur hvít. Og maður hlustar alveg og maður heyrði rökin á sínum tíma að þið sáu fyrir ykkur að með þessu gætu þið meðal annars minkað slysahættu þar sem að voru þessar bensínstöðvar og svona en svo er náttúrulega þróunin kannski bara svo að bensínstöðvar eyðast að sjálfu sér og við verðum vonandi komin í vistvæn ökutæki innan tíðar, það er náttúrulega mjög mikilvægt. Er þetta svolítið er stefið svolítið að ganga aftur og aftur að góðar hugmyndir, góður málstaður en svo þróaði samfélagi kannski svolítið öðruvísi heldur en þið sáu fyrir? Já við höfum ekki fundið fyrir því allavega ekki ennþá að bensínstöðum sé að fækka og það virðist vera nokkuð góður rekstra grundvelli fyrir þeim með að við svona þær undirtektir sem að borgin fékk þarna, þetta var farið fram með svona brött markmið og sem ekki gengu eftir. Fólk er greinilega þá að sjá hagið því að vera með þannig rekstur á öllum þessum stöðum og við hefum sjálfsögur ekki fundið fyrir því að það sé einhver svona bilbugur á því. Finnst þér ekki líklegt að það sé handa við hornið? Ég vona það. Ég vona það, innilega, að við séum að fara þangað. En svo spurning hvaða orkugjafa verður þar ofan á og hvernig mun það þróast og ef þú ert með lóðalegu samning og ert með rekstur þar, það er ekkert sem segir að þó það drægist saman í einu að þú megir ekki selja hitt, Mikið af þessum bensínstöðum eru þetta líka orðna bara svona skyndibitastaðir og kannski ekkert endilega svona sem að flestir vilja sjá inn í hverfunum sínum.
En ég meina sumstaðar, sannarlega, þetta var allavega eitthvað sem borgin ákvað að fara, hvort það var hægt að flýta þessu. Ég meina það var enginn að tala um þurrka út bensínstöðvar, við þurfum auðvitað að hafa þær. Undirtekna voru svona einhverjar, kannski minni en borgin hafði séð fyrir sér, ef ég svona les mig gegnum skýrsluna og já, þetta hefur ekki gengið, kannski alveg heldur eftir það sem var samið Þannig að en ég held að sé mikilvægt samt að borgin sé alltaf að horfa hvernig hún getur svona stutt við jákvæða þróun. Af því ég held að flestir, og ég man eftir því á þeim tíma í pólitíkinni voru allir sammála því að það væri mikill kostur ef við getum fengið íbúðabyggð á mörgum af þessum góðu lóðum sem eru á góðum stöðum sem var útlitað kannski fyrir löngu síðan í þetta hlutverk inn í allt aðra borg. Kannski ekki svona inn í borg að því margt sem að þóttu útjaðrinum eða svolítið svona frístandandi komið alveg inn í byggðu núna. En við verðum bara að sjá hvernig þetta þróast áfram. Það allavega ekki þannig að við þurfum alltaf að geta þessi jafnræðis og við erum ekki að taka lóðir bara skyndilega af fólki til þess að gera eitthvað annað við þær. Við þurfum alltaf að geta þessa meðalhófs og að sína ábyrgð sem borg en ég var alveg til að sjá þetta gerast hraðar. Þannig ég vona að það hafi rétt fyrir því Björn. Þannig að þetta sé bara handa við hornið og við sjáum aðra orkugjafa. Líka vegna þess að við höfum ekkert rosalega langan tíma til þess að koma í veg fyrir bara hörmungar á jörð. Nei, þú ert þar. Já, ég er þá. Við erum þetta borg sem er búin að, við erum ein af 100 borgum í Evrópu sem er að taka þátt í svona, því metnaðarfulla verkefni að reyna að verða kolefnishlutlaus eftir 2030 sem er þetta bara mjög metnaðarfullt og samgöngunar eru þar auðvitað stór partur hjá okkur. Við búum vel, við erum með hitaveituna og forfeður okkar eru búin að gera ýmislegt fyrir okkur þannig við erum að losa minna heldur en margar aðra borgir en einhvað síður, þetta er stóra áskorun fyrir okkur. Hver er lærdómurinn að græna gímaldinu? Ég held að það sé til dæmis borgarhönnunarstefnan sem hefði getað hjálpað okkur þar voru skilmálar ekki nógu skýrir. Þetta er auðvitað lóð sem eru útlutað í valdatíð Sjálfstæðisflokks og Framsóknar ákveðnum tíma, hún var reyndar saminuð seinna og en eftir því sem ég sé þá bara voru skilmálarnir ekki skýrari og leiðbeiningar borgarinnar ekki þannig að neitt hafi gert eitthvað rangt en lærdómurinn er að við erum ekki sátt í húsið þannig að skilmálarnir þurfa að vera skýrari. Þessu verður ekki breytt í þannig að? Já, ég er í samtali við þessa aðila vegna þess að ég finnst það mikilvægt fyrir okkur alla einhvern veginn gera betur. Sérstaklega þessi hlið sem að snýra að íbúunum að við getum gert betur og ég held að það sé okkar allra hagur að gera það. Sorphirða og leikskólamál eru annað sem eru 2 önnur mál sem að svona fólkið í heita pottunum hefur á liðnum árum rætt mikið og ekki verið sátt við eðlilega. Sorphirðan er nú kannski komin í svona betri farveg heldur en var þegar allt hlóðst upp bara víða og en hvernig metur stöðu leikskólamálunum núna? Eigum við mikið inni þar? Já, við eigum það sannarlega. En mér langar líka bara að nýta tækifærið, þú nefnir sorpið, að segja að það geta auðvitað allir ákveður svolítið sjálfur fyrir sig hversu margar tunnur þau vilja. Þannig ef fólk er í algjörum vandræðum, ég segi þetta stundum við fólk og það áttar sig ekki á því að það hafi sjálft svolítið val. Þannig ef þú ert að nota mjög mikinn pappír þá getur þú verið með auka pappírstunnu eða slíkt. Varðandi leikskólana, já, við erum, það eru auðvitað, vandinn þar eru auðvitað fyrst og fremst, ég ætla ekki að segja stjórnunarvandi, af því það eru gríðarlega flinkir og flotti stjórnendur á leikskólanum, flott fólk sem er að gera sitt besta, en við hefum kannski ekki verið við erum í mikilli sjálfskoðun með það. Höfum við verið að styðja nægilega vel við þá starfsemi, þannig að þessi góður vinnustæðir, þannig að fólk vilji virkilega vinna þar og við getum mannað leikskólana. Fyrst og fremst mönnunarvandi? Fyrst og fremst er þetta það og það getum við náttúrulega ekki bara sett út og segja af hverju kemur fólki. Við þurfum alltaf þá að skoða inn til okkar og hugsa hvernig getum við gert þetta betur. Hvernig getum við verið betri vinnustæðir fyrir fólk, hvernig getum við einfaldað í rauninni leikskólastjórum. Þú getur hækka laun fólksins á göttunni í leikskólanum að það myndi minnka stjórnarkostnað, fækka millstjórnendum, ekki satt? Já, við erum sannlega búin að hækka laun
starfsfólks í leikskólum. Við erum að hækka laun kennara mjög mikið á þessu ári. Það ekki, sko ég held að það sé ekki stóra málið. Auðvitað þurfa þau að vera mannsamandi og samkeppnishæf og ég sjálf bara barðist fyrir því að við hækkuðum laun kennara samkvæmt í svona bráðabirgða virðismati sem var komið fram. Ég man eftir því. Já, en sko ég ennþá alveg sannfærum að það var rétt ákvörðun. Auðvitað mættu þessar stéttir vera með hærri laun og kannski kemur þá endanum upp úr þessu virðismati sem við erum með, hvað í rauninni mest virði í samfélaginu, það fólk eins og ég sem sitt og að stjórna og eða þeir sem að passa börnin okkar. Hvernig staða biðlista? Hún mjög ólík eftir hverjum? Hún ólík eftir hverjum og það auðvitað sko, það sem við höfum sett strik í reikningin mönnunin og það líka þessar viðgerðir, við fórum auðvitað rífumst í átak á viðgerðum, það var ekkert af því að okkur bara langaði til þess, það var líka bara því að ástand skólahúsnæðisins var ekki nógu gott og það hefur auðvitað líka sett okkur svolítið strik í reikningin. Þannig að já, það betra ástand í Austurborginni, það verra ástand í Vesturborginni, hverfin sem eru svona endurnýjast núna bara hratt og vel, ég menna Laugardalurinn og Vesturbærinn, þar þrengri staða, en við erum bara að vinna á því á fullu og við bara kvengum okkur ekki yfir því, ég meina þetta bara hlutverk borgarinnar, við þurfum að einhvern veginn að sjá þetta verða að veruleika, að við náum að brúa þetta bil, þannig að fólk ber ekki það á ábyrgð eitt, heldur að hið opinbera gerir það og við erum ég líka hópa við forsætisráðuneytis hvað varðar þetta var hluti af því sem við sömdum í kjarasamningunum. Ég svona með þessum hliðarsamningum að við myndum vinna því að brúa þetta bil og í rauninni taka utanum sko líf barna bara frá fæðingu til 18 ára aldurs, af því það ekki bara þetta bil, það líka oft bilið eftir grunnskólan, þau eru fyrir framhaldsskólan og ef það lukkast ekki hvað þá með barnið, það hinnandinn sem við þurfum líka að taka virkilega fyrst mér betur utanum, að allir finnir sér stað þar líka. Aftur af umferðarmálunum og teppunum í umferðinni, Sundabrautin, mun hún breyta öllu að þínu mati? Já, ég held að hún muni breyta heilmiklu, ég held það, en mér finnst enn mikilvægar að við fáum þá samgöngusáttmálan okkar þannig að fólk geti valið fleiri ferðamáta en bílinn og ég held að það sé mjög mikilvægt, auðvitað verða fleiri leiðir inn og út, þetta auðvitað á milli borgar hluta, ég inn í Kjalarnesins og þá líklega Laugarnesins einhvern veginn, en ég hef ágjör af því að við séum ekki kannski nægilega og þá ég get endilega bara að tala að því það ekki eins og borgin sé að byggja Sundabraut, þetta auðvitað vegagerðin að ég reyna að halda því til haga, við þurfum að hlusta á íbúðuna og það auðvitað Reykjavík sem þarf að einhvern veginn vinna því að það sé hlustað á hvað íbúar vilja og mér finnst bara mjög ábyrrandi allan þess að ég heyri að fólk hefur ágjör af því ef þetta brú. Það hefur ágjör af því að það verði einhvern veginn bæði sjónlíti og meiri hávaðamengun og meiri mengun. Það það eitthvað, eftir því sem ég heyri þá finnst mér vegagerðin vera á hinu málinu, þannig að við eigum eftir að sjá hvað verður ákveðið og hvernig svo ákvörðun verður tekin og mér finnst bara skipta mjög miklu máli að hún verði tekin í svona samtali og samráði við íbúa, þannig að ég veit að verði aldrei allir sammála, en við þurfum einhvern veginn að tryggja það að við höfum eitthvað mynd að segja. En já, þetta mun örugglega breyta miklu og ég held að verði bara líka hollt fyrir Ísland að geta hægt að tala Sundabraut, sko. Við erum að tala þetta bara, ég veit ekki, bara síðan ég man eftir mér, sko. En við vitum ekkert á þessari stundu hver endalega niðurstaða verður. Það það sem þú ert að segja. Já, ég meni í rauninni það var ákveð að fara út með þessar tvær sviðsmyndir og auðvitað þriðju sviðsmyndar sem var að gera ekki neitt, en hún nú kannski síst vinsæl. Það þarf að velja á milli þeirra. Ég held hún muni breyta miklu en ég er ekki ennþá samferðum að ég hef ennþá smá ágjur af þessu og ég held líka að þetta getur auki umferðinin í borgina og þá þurfum við ennþá sterkari svona almenningssamgöngur og hjólastíga og aðra leiðir fyrir fólk til að komast á milli stað. Þetta gæti fjölga bílunum inn í borginni og það kannski ekki akkurat það sem okkur vantar. Ef Reykjavíkurflugvöllur væri ekki eins og að sprengja hefði fallið og tekið undir sig allt þetta svæði, þá væri nú hægt að leysa margt vandamáli sem við erum að ræða hér. En þú ert ekki í því liði að vilja segja persónulega skoðan á því hvort völlurinn eigi að fara eða víkja? Já, sko, ég hef alveg verið á báðum skoðum og get alveg vel rökrætt við mig. Hvað ertu stödd í dag? Í dag held ég að sé augljóst að hann muni fara.
þá ég bara kannski aðeins að segja eins og þú með bensinstöðarnar. Ég held að þessi auglýstan muni fara. Hann ekki á góðum stað fyrir flugvöll og hann ekki á góðum stað fyrir borgina, borgarlífið. En hins vegar fer hann ekkert fyrir hann búið að finna honum betri stað. Og hvenær það þori ég ekki maður að segja. Og á þeim tíma finnst mér bara mikilvægt að það sé tryggt, að það sé flugvöllur fyrir innanlandsflug og sjúkraflug. Við höfum hins vegar verið að ganga eftir við ríki að efna sitt svona, okkar samninga við Reykjavíkurborg það að flytja kannski þetta þyrluflug og engaflug og kennsluflug aðeins úr miðborginni. Og þá ég kannski fyrst og fremst að horfa á bara íbúar upplifa bara mikið ónæði af þessu og það auðvitað ákveðin slysahætta. Og ég held að það myndi bara styrkja flugvöllin og svona einhvern veginn samtalið í kringum hann og sáttinu hann ef við minnkuðum aðeins þetta álag. Hvað rætt stóra íbúabyggð ef þetta svæði allt saman sett undir húsnæði? Ég í sjálfu sér ekki mikið að velta því fyrir mér og við erum ekki með þetta inn í neinum áætlunum hjá okkur núna. Okay. Við lögðum fram húsnæðisáætlun núna og þetta er auðvitað framtíðarsvæði og ég nokkuð viss það að þetta verður framtíðarsvæði fyrir íbúabyggð en hvort að það verði á næstu 10 árum eða 10 árunum þar á eftir eða hvenær, ég þori ekki að segja það en ég held að fólk sem brennur fyrir flugvöllinum geta alveg andað rólega því við það verður að finna betri stað. Heyrðu, nokkra spurningar að lokum frá almenningi og ég auglýsti bara á minni persónulegu Facebook síðu fyrir í dag. Svona gott mengi, þú ert með svona fjölbreyttan vinahóp. Já, þekki nú fæsta af þeim sem eru vinir mínir sko. Já, en það bara velkomið. Já, og ég ætla að byrja kona sem sendi mér í einkaskilabóðum þannig ég held að hún vilji nafnleynd. Hér tillega spurningu til borgarstjóra. Hefur þú kannað eða býrðu yfir upplýsingum vilja kaupmanna til að reka minni matvöruverslanir inn í hverfum borgarinnar? Sannarlega þeim víða til að dreifa en helftin af matvöru keypt í stórverslunum í iðnaðarhverfum eða útjöðrum borgarinnar með tilheyrandi bílaumferð. Ertu með eitthvað plan í þessum efnum? Já, þetta eitt af það sem við erum að skoða. Ég held fína fund daginn með uppbyggingaraðilum sem sögðu mér að þeir væru með mikið af svona tómi húsnæði og við erum bara hreinlega að skoða þetta. Hvers vegna og ekki hugur fólks til þess að reka matvöruverslun. Ég held að það sé góður grundvöllur fyrir því. Sérstaklega borga sjálfur í bílastæði fyrir utan suma stórmarkaði. Já, þeir eru auðvitað ráða því en ég held að það sé betri og við höfum líka núna, við erum að skoða núna nýtt hverfi sem ætlum að byggja upp með öðrum hætti og þetta eitt af sem okkur hefur langað til að setja inn í þá skilmála. Við séum með matvöruverslun inn í hverfi því að þetta eru lífsgæði. Og þú ert positív gagnvart þessu? Já, ég það sannarlega en ég veit líka reksturinn, ég heyri hvað aðilarnir segja en já, eins og segir, ef fólk fara að borga fyrir bílastæði og þetta fyrir að vera flóknara þá kannski verður þetta einfalda leiðin. Guðrún Þórhallsdóttir íbúi í Þingeyjarsveit, hún segir Reykjavík höfuðborg Íslands. Hvað það sem borgin gerir fyrir landsbyggðina, fyrir landið sitt? Eitthvað hugsað út frá landinu öllu í borgarstjórn eða bara út frá sveitarfélaginu Reykjavík? Já, til dæmis erum við með fína flugvöll þannig sem það sem við nú heldur betur vilja hafa innanlandsflugi og borgarstjórn hefur sameinast það á meðan ekki finnst betri staður fyrir það. Nú svo voru við, ég var helgina að bjóða alla landsmenn velkomna í jólaborgin okkar, höfuborgina. Við erum auðvitað stöndu fyrir mikilli menningarstarfsemi í borginni sem öllum opinn og síðan sækir auðvitað fólk hingað þjónustu oft það á því þarf að halda því vel tekið. Ég ekki svo sem að segja að allir megi koma hingað en Reykjavík sér miklu betur heimilislausa heldur en náttúrulega sveitarfélög og ekki rýmislegt. Já, og ég veit ekki hvernig ástæðan því Þingeyjarsveit en þetta eru bara ólíkir aðilar en borgin þarf og mér finnst mikilvægt að fólk upplifi borgina fyrir okkur öll. Því eigum hann öll saman, þó við Reykjavíkingar kannski við erum stolt að því að bjóða öllum landsmönnum í borgin okkar. Ingibjörg Ottesen skrifar hefur orðið ávinningur fyrir hinn almenna borgara af því að selja bílastæði borgarinnar og sérstaklega í kjallara Hörpunnar sem byggvar af fólki sem getur styrktar aðilar að byggingu tónlistarhús. Já, ávinningur, ég veit ekki. Þetta var eitthvað flókið eignarhald. Borgin átti einhver á nokkur stæði og aðrir áttu hinn og ég held að það hafi kannski verið helsti ávinningurinn að svona þess að einfalda eignarhaldi þannig að fólk vissi ekki hjá hverjum það væri að leggja. En ég hef enga sérstaklega stefnu það að selja bílastæði. Það er ekki einhver, ég held að segja meira mín stefna kannski að reyna að einfalda þetta þannig að fólk geti einhvern veginn átta sig á hjá hverjum það er að leggja. En færði ekki ansi mörg mál inn á þitt borð eða þið hjá borginni út af bílastæðamálum?
maður hugsa yfir því í sömu hverfum það virðist vera sem að Reykjavíkurborg geti bara breytt stæðum sem að íbúarnir höfðu áður og sagt, heyrðu, nú komin gjaldskylda. Er þetta ekki gerraði? Jú, það er nú samt yfirleitt þannig að þegar það er gert að þá er það vegna þess að íbúar upplifa að þeir fá ekki stæði. Af því þeir geta fengið kort, þannig að þeir fái stæði. Það er svona kannski það sem er næst miðborginni eða einhverju stöðum þar sem fólk er mikið að leggja og bara geyma bílana sína yfir daginn og ég meina, gott eða ekki gott, ég meina borgin er að þéttast, bílunum er að fjölga, plássið er að minnka þá fyrir hvern og einn bíl, svona hlutvarslega eða bílarnir eru fleiri og plássið jafn mikið. Hvað þá ef við erum að minnka það eins og sums staðar auðvitað þar sem er verið að ég vil byggja yfir á bílastæðin. Þannig að jú, við fáum fullt bílastæði en ég hef sama með þeim sem að segja þetta sé svolítið flókið. Ég hef sjálf lagt einhvers staðar og borgið hjá bílastæðisjóð. Það er ekki bara flókið, þetta er líka bara beinlínis andstyggilegt á köflum og óprútnir aðilar sem ekki bara innan höfuðborgarsvæðins heldur líka utan þess sem eru bara að mjólka okkur án nokkurra heimildar virðist vera, markam á Neytendasamtökin og fleiri. Já, ég meina þetta er svona, ég bara lagði ég bara daginn í rétt hjá okkur, á Grand Hotel og það var alveg bara mjög flókið að finna út hvernig maður átt að borga, sko. En það eru auðvitað bílastæðir sem að hótelið á og sama í Hörpunni, bílastæðir sem hótelið á og síðan ertu stundum að leggja svona ógreinlegt. Ég hef sjálf lent í því, fyrir utan skrifstofuna ágæta félagseflingar og þá lagði ég stæði sem ég borgaði bílastæðarsjóð og hélt ég væri en þá var það í einkaeigu hússins og ég bara, þannig ég hef bara saman með þessu. Ég skil vel að þetta getur verið flókið og það mætti gjarnan einfalda þetta fyrir fólk. Já. Ég er að fatta það núna að allir sem sendur til mig spurningar eru konur. Já. Kolbrún Þorkelsdóttir, er búið að finna pláss fyrir hjólhúsabyggð fyrir fólkið sem er enn í biðstöð eftir varanlegu stæði? Ég vildi geti sagt að það væri. En það er allavega komin einhver staðalvalsgreining og það er verið að fara þétt ofan í það núna. Það er bara, það virðist vera eins og fólk haldi að fólk sem býr í hjólhýsi sé eitthvað en öðru sem fólk heldur en bara já þú. Og það fjúka allir upp og einhvern veginn vill að þeir séu nálægt sér. Ég er bara bestur í því að við finnum okkur pláss í borginni. Okay. Þannig það er unnið að þessu. Verður í frambúði næst? Já, ég ætla mér að gera það. Möntu leiða listan? Ég mun bjóða fram til þess. Ef ég fæði tröst í þess, þá er ég bara Eru búin að ákveða hvaða leiðið við hafið? Það verður bara gert bara núna í þessari viku. Í þessari viku? Já, bara. Okay. Hver væri heppilegasta leiðin að þínum mati? Já, ég venjulega skipti mér ekki af því þegar ég er sjálf í frambúði en mér sýnist það sem er lagt til sé prókjör og þá bara tekið þátt í því og segja að það sé heppilegast. Opið prókjör eða? Nei, almennt ekki en svona fólk getur þá gengið í samfélgjönguna og komið til þessu okkur og búið sér fram eða leiðtogaprókjör eða? Nei, það er ekki það sem er tillagan. Þannig að það er líklegast. Það er líklegast. Það er tillagan sem að fulltrúar á samfélkingarnir er að leggja fram á fundi og mist svona líklegast að hún verið samþykkt en maður veit aldrei, kannski kemur einhver henni til að eitthvað annað verið samþykkt. Það er gaman að vera í stórum flokk þar sem maður eru margar skoðanir. Og hver er drauma samstarfsaðili ef þið fáið góð útkomu í kosningunum? Já, það er nú, sko, ég vil bara fá að segja það, þetta er fyrst skipt sem ég er borgarstjóri, ég hef ekki verið það áður, en ég hef alveg verið áður í meirihluta. Þetta er frábæra meirihluti sem er núna, rosalega gott að vinna með þessum hóp. Nýtur en ekki sannmælis borgarbúa vegna sem ég veist enginn verið að tala um það þessi frábær meirihluti. Nei, þetta er auðvitað erfiður tími. Það er erfitt fyrir okkur að koma inn þegar það er svona stutt eftir og við erum auðvitað að reyna að gera ótrúlega margt á stuttum tíma. Og það hefði verið betra fyrir okkur að ná að vera í 4 ár þannig við getum svona ná að við megum ekki alveg að ganga frá stjórnmyndum hjá borginni sem er að vinna fyrir okkur. Nei, en allir gamli slepptu. Sko, ég held að við sem líka búin að sýna, við getum verið unni með nánast öllum. Núna af þeim flokkum sem er í borgarstjórn hef ég verið meirihluta með öllum nema Sjálfstæðisflokknum og mér finnst það bara að geta sem engi. Ljómandi, tími okkar er á þrótum. Takk fyrir að koma. Hér Heiða Björg Hilmisdóttir. Gangi ykkur vel. Takk fyrir. Og gangi þið vel í prókjörinu, ef það verður. Já, takk fyrir það. Og ekki fara langt, kæru hlustendur, áhorfendur, við ætlum að ræða spillingu hér næst eftir andartak við Henry Alexander Henrysson. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.